Komið þið sæl. Það hefur nú ekki farið fram hjá neinum hérna sunnan og vestan til að það nú byrjaði að rigna hér síðdegis og sú rigning mun nú líklega endast svona hér á þessu svæði svona eitthvað fram eftir morgundegi en svo fer að rigna líka fyrir norðan og austan þegar að líður á nóttina. En við skulum byrja að líta hér á stóra yfirlitskorti okkar og við sjáum að lægðin er hér nokkuð skammt vestan við land og svo er önnur hér suður að hvarfi en hún mun líklega ekki koma við sögu hjá okkur sem einu nemur. En þessi lægð fer yfir landi síðan á morgun og seinnipartinn á morgun og þá fer að stytta upp hérna sunnan til. Á hitasviðinu er það helst að sjá að það er mjög hlýtt loft hér sérstaklega hér í Evrópu sem við förum aðeins betur yfir á eftir en við hins vegar liggjum í svona ekkert mjög hlýju lofti en ekki heldur neitt sérstaklega köldu en nú þar sem að hefur nú þyknað upp og þá er nú næturfrosthættan lítil en það frysti þó síðastliðnu nótt á Þingvöllum í það minnsta. En ef við lítum þá aftur á þróunina síðan í kvöld, nótt og í fyrramáli og við sjáum hér skilin í kvöld eru komin vel hér inn á sunnan og vestanvert landið en það er áfram þurrt fyrir norðan svona mestu leyti en það mun síðan breyta sér að líður á nóttina og skilin færa sig lengra hér til norðausturs, lægðin nálgast sömuleiðis landið svolítið þannig að hádegi á morgun þá er staðan eitthvað þessu líka, það er suðlæg átt svona sunnan suðaustan mjög víða, það gæti verið aðeins suðvestlægari hérna næst svona nálægt lægðamiðjunni og það getur verið staðbundið nokkuð mikil úrkoma í þessu sérstaklega hérna á Reykjanesinu svona hádegisbilið en minna í öðrum landslutum, það er kannski lítið farið að rigna eins og á Melrakkasléttu á morgun og svo þegar að Breiðafjörðurinn og sunnanverði Vestfirðir koma svona fá norðaustanáttina í þetta þá þornar þar nú ansi oft líka. En ef við lítum síðan á þróunina út morgundaginn og fram á miðvikudag þá sjáum hér að lægðin er hér að fara hér austur af og fljótlega eftir það þá léttir til hér víða landið sunnanvert og verður ágætis veður á þeim slóðum en það er ekki fyrir svona þegar að kemur fram undir hádegi á miðvikudag að það mun þorna fyrir norðan. Hins vegar verður áfram skýjað á þeim slóðum og þá geti þetta verið svona staðan þann daginn. Þannig að það er svona frekar skýjað fyrir norðan, svolítið svalara en heldur mildara hérna sunnan til og ágætast veður. Svo þá þróunin frá miðvikudegi til fimmtudags að þetta er svona svolítið það sama, það er róleita veður, gætu gert einhverja smá skúrir bæði á hálendinu og hér austan til en síðan svona undir hádegi á fimmtudag þá er að sjá komið hérna smálað inn á Grænlandssund og þá hádegisbil gæti þá verið farið að rigna á Breiðafirði og Vestfjörðum og eitthvað örlítið hérna austur með Norðurlandi en síðan þegar að líður á fimmtudagina þá kemur svona einhver bakki hér yfir allt norðanvert landið en lægðin fer hratt til norðausturs og tekur þá skilabakkann með sér þannig að það styttir upp þá kvöldið og nóttina en hér sunnan og austan til verður mjög lítil úrkoma og hið ágætasta veður. Ef við lítum þá á föstudagskortið eitt augnablik þá sjáum við að það er farið að nálgast hér úrkomubakki úr vestri og líklega seinnipartinn á föstudag verður komið dálítil væta hér vestan til og má segja kannski að hins vegar eru spár ekkert endilega alveg orðnar öruggar á því hvað verður en það stefnir allt í það að það verði nokkuð dugleg rigning hérna seint á föstudaginn. Þurrt að öðru leyti eiginlega á landinu og hitinn í svona ágætistölum svona 9 til 12, 14 stig þannig að það er bara svona þokkalegsta veður fyrir miðjan ágúst. En síðan þá skulum við líta yfir til Evrópu og við sjáum hér lægðina sem er hérna í nágrenni okkar og svo er þessi víðáttu mikla hæð hér yfir Póllandi og þar suður af og gefur hið ágætasta veður en hún náttúrulega snýr vindinu sínum réttsælis þannig að það dregur hlýtt loft hérna frá Afríku og hérna norður og á suður Spáni til dæmis er búið að vera mjög hlýtt undanfarna daga og verður hlýtt áfram þó heldur farin nú að minnka hitinn á þeim slóðum. Sömu sögur að segja af Íberíuskaganum en þegar svona hlýtt loft er yfir þá geta myndast skúrir sérstaklega í fjöllunum hérna á Norður-Spáni og þær geta verið gríðarlega öflugar og sömuleiðis getur þeim fylgt þrumur og eldingar. Á Kanarí er norðanátt og sólríkt og hlýtt og hið allra besta veður og verður vart betra en þetta. Hitinn víðast hvar eða alls staðar má segja kannski yfir 30 gráðum og léttskýjað og jafnvel heiðskýrt. Og í Ameríku þá er það vesturströndin, hún er svona að mestu leyti björt, það er eins og oft vill vera við San Francisco, það getur verið svolítið þokusælt og smá súld kannski á þeim slóðum en að öðru leyti er býsna bjart hérna vestan til. Austan til hins vegar er frekar óstöðugt loft og skúraleiðingar og svo sjáum við þessa lægð hérna við
Hudson-flóa að hún gæti haft áhrif hjá okkur svona þegar líður á vikuna og nú vestanáttin komin í háloftunum og þá myndast þessar lægðir oft hér í klettafjallana og þær halda síðan áfram leið sinni til okkar. En við skulum þá láta þetta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.